Við ætlum að byrja að fara yfir tæknimyndanámssjóð og svo förum við yfir í Evrópustyrkina og Norðurlandastyrkina ásamt skattframrætunum og þeirri þjónustu sem stendur til boða hjá Rannís. Ég heiti Kolla og er starfsmaður hjá Rannís og með mér er Rakel sem er einnig starfsmaður hjá Rannís. En já, byrjum bara á tækninámssjóði. Já, hlutverk tækninámssjóðs er að styðja við rannsóknir og þróunarstarf sem miða að nýsköpun í íslensku atvinnulífi. Sjóðurinn er opinn fyrir öll nýsköpunarverkefni úr öllum atvinnuvegum. Þegar maður basically bara þýðir það að þetta er bottom-up sjóður og ólík verkefni eru að skila inn umsóknum og ég er til dæmis umsjónarmaður á yfir 100 verkefnum og er að sjá verkefni allt frá fiskvinnsluvélum í snyrtivörur, tölvuleikir og alls konar hugbúnaðartengd verkefni sem eru svolítið að ná yfirhönd í dag. En sjóðurinn er að stækka og í fyrra var hann með tæplega 2,3 milljónir til ráðstöfunar en í ár er hann komið 3,6 milljónir til úthlutunar núna. Getið séð hérna hvernig framlögin hafa verið að aukast frá 2004 og þetta eru miklu fjármunir sem eru í boði og enda er samkeppnin líka mikil. Hérna getið þið séð atvinnuflokkana, ég veit að ég geti nú ekki lesað á glæruna. Þið sjáu hérna fiskinn fyrir miðju, það var sá atvinnuflokkur sem var að fá eða skila inn flestum umsóknum en í dag þá er það heilbrigðistækni og lækningatækni og þar næst á eftir er þá hagnýting auðlinda lífríkis og sjávar og eftir því er menning, hönnun og afþreying. Þar geta verið alls konar verkefni eins og ég sagði, til dæmis tölvuleikinni sem eru að koma mikið inn. Þetta þessi glæra sýnir nýsköpunargæðina. Þetta eru þessi stig sem að verkefnin fara í gegnum og undir sjáðu örvar og þetta er þeir styrki sem standa til boði á tækninámssjóði. Þið sjáuð að grunnrannsóknir eru ekki styrktar en það eru verkefni sem ætti þá frekar heim í rannsóknarsjóði. En svo fyrsti styrkur sem stendur til boða á þessu skrefi þá er hagnýtir rannsóknarstyrkir. Það er umsóknarfrestur sem er ekki fyrr en í febrúar en við förum nánar yfir alla þessa styrktarflokka og hvar verkefnin eiga heima hverju sinni í hvaða styrktarflokki. En það er líka alltaf bara gott fyrir ykkur að vita að við erum starfsmenn og við erum að vinna fyrir ykkur líka. Þannig að ef að þið eru ykkur vafa hvar verkefni ykkur á heima þá getið alltaf heyrt í okkur og við hjálpum ykkur að máta verkefnin í réttan styrktarflokk. Það er oft að aðrir er ekki alveg viss hvort þeir eru í sprota eða rekstrinum, hvort þeir séu á þróunarfasa eða hvort þeir séu komnir í vaxtarfasann. Það er oft alveg mjög óljóst, þó ég segi sjálf frá líka fyrir okkur að átta okkur á því að það eru verkefnin ofta breytast og þróast talsvert mikið þrátt fyrir að vaxtarfasinn sé komin. En við hjálpum ykkur alltaf til þess að máta ykkur af og verum til staðar fyrir ykkur. Ég ætla að fara yfir styrktarflokkana. Fyrsti styrkurinn, það er fræið. Þetta er lítill styrkur og þetta er fyrir einstaklinga og ung fyrirtæki. Þetta er bara hugmynd, jafnvel hugmynd eða verkefni á hugmyndastigi. Oft er þetta verkefni sem eru jafnvel bara eitthvað fýsileg athugun, viðskiptaáætlun. Það er athugun hvort að þessi grundvöllur til þess að halda áfram með verkefnið. Fyrirtæki sem að sækja þarna geta verið líka einstaklingar. En ef það er fyrirtæki þá þarf það að vera yngri en 5 ára. En það er þó með undantekningum. Styrkurinn eru 2 milljónir og það er ekki krafið mótframlags. Það basically þýðir bara að það er ekki gert ráð fyrir því að það þurfi að koma eitthvað fjármagn til móts við styrkinn. Það er alltaf opið fyrir umsóknarfrest og rosalega stutt umsóknarformið. Þú ættir að vera bara að geta klárað á korteri. Þetta er 4 að 5 textabóks og mjög einfalt. Þannig ég hvet ykkur ef þið eru með einhverja hugmynd að fara bara inn og máta ykkur inn í formið. En það verður úthlutað. Er ekki úthlutun að fara að gerast núna? Jú, eftir kringum 15. Já, bara kringum 15. september. En já, það er alltaf opið, þannig að þið geta alltaf skráð ykkur inn og pröfa að gera umsókn. Sprotin, það er 20 milljóna styrkur, það er til
2 ára. Þetta er fyrir ung fyrirtæki eða einstaklinga með verkefni á frumstigum. Fyrirtækjum þurfa að vera aftur yngri en 5 ára og það sem er ástæðan fyrir þessu, hérna er að koma í veg fyrir að fyrirtæki, stór fyrirtæki séu að keppa við kannski 2 manna sprotafyrirtæki. Það er að vera að jafna leikvöllin. Hér er gert ráð fyrir því að fyrirtæki séu einnig að skoða markaðinn. Þar af leiðandi er leyfilegt að verja 10% heildarkostnaði í markaðsefni. Það er mikilvægt þegar aðilar eru að þróa einhverja vöru og vinna einhverju verkefni og að þeir skoði alltaf samhliða breytingar sem eru á markaðinum. Það er mjög algengt, ástæðan fyrir við erum alltaf að hælæta þessar prósentutölur. Það er líka út af því að umsækjendur falla iðulega á þessu í umsóknargerð, að þá setja þeir hærri kostnað og falla þar lenda frá á eina formkröfu og falla þeir á formkröfu og þá er umsóknin ekki metin. Þannig að það er rosalega dræmt þegar einhver er búinn að eyða kannski 2 til 3 vikum í að gera umsókn og flagsa svo þessu. En það er umsóknarfrestur núna 15. september og ef þeir eru ekki búin að fara inn og máta ykkur í umsóknarformið þá get ég til þess og að gera líka heyri í starfsmönnum ef það er eitthvað óljóst varðandi umsóknarformið. Vaxtastyrkurinn, hann er talsvert stærri og hann er komið það í 50 milljónir eða 25 milljónir ári til 2 ára. Hérna er styrkurinn alveg það hár að það er krafist mótframlags sem að þýðir það að það þurfa að koma eitthvað fjármagn eða óbókvært eða vinnuframlag að einhverju leyti, þó alls ekki að öllu leyti, til móts við styrkjum. Hér eru lítil eða meðalstór fyrirtæki með verkefni sem eru komin að frumstigi, þau eru skilin umsóknum þá í vextin og eiga þá líka að vera að horfa aftur í markaðinn, hvernig hann er að breytast samhliða verkefninu. Þarna má verja 20% af heildarkostnaði verkefnisins í markaðinn. Þetta er líka með umsóknarfrest núna 15. september. Umsóknarformið er nánast það sama og í sprotunum, það er sama verkefnislýsing. En með það að fylgja Excel-skjal, það sem er gert ráð fyrir ekstra kostnað og tekjum til alltaf 10 ára. Já, bara að gera að fara inn og skoða og heyri í okkur ef það er óljóst. Þegar umsækjendur er að sækja í vöxtun, þá geta þeir tjekkað í box þar sem þeir vilja vera metnir til spretts. Þetta eru verkefni sem eru tiltölulega nálægt markaði og hafa fjárhagslegt bolmagn. Það þýðir að það þurfa að koma sérstaklega nýtt hlutafé á jaftu styrkinn. Það er þá 70 milljónir og það þarf ekki gerast meðan umsóknargerð stendur. Aðilar geta sagt að þeir ætla að fara í hlutafjármögnunarferli en þegar úthlutunin sem er væntanleg í desember þá þarf að liggja fyrir hvernig þetta fjármagn myndi koma inn. Hér er leyfilegt að verja 25% af heildarkostnaði verkefnisins í markaðsinni og já, eins og ég sagði, þetta er sama umsókn á í vextinum nema þetta er bara eitt auka box og eitt auka skjal þar sem er sagt að það verði nýtt hlutafé á jaftu styrkinn. Umsóknarfresturinn er þarna væntanlega svo sami í september. Svo erum við líka með markastyrki. Þetta er annað umsóknarform, það er aðeins styttra. Þetta eru 10 milljóna styrkir og þeir eru til 1 árs. Það er gert ráð fyrir mótframlagi frá umsækjendum sem eru á jaftu styrkinn. Þannig að ef þið sækir 10 milljónir þá þurfa að vera 10 milljónir í mótframlagi til móts við styrkinn. Það getur verið, eins og ég sagði áðan, það getur verið í formi frá fjármagns, en það getur líka verið einhverjum hluta í formi óbókfærs vinnuframlags. Eins og maður þekkir nú í þessu nýsköpunargeira þá eru aðilar ofta að vinna talsvert meira en 100% vinnu og jafnvel með marga hatta hverju sinni. En hér þarf fyrirtækið, hvort sem það sé lítið eða meðalstórt, það þarf að verja að lágmarki 10% í rannsóknar og þróunar af rekstrargjöldum og það þarf að koma fram í umsóknarforminu að það sé uppfyllt. Algengir verkþættir í þessum umsóknum eru oft bara að mæta sölusýningar, það getur verið að ráða til sín markaðspersónu, gera markaðsrannsókn. Það ætti ekki verið komin með vöru á markað þú skilar inn styrkumsókn.
En vissulega þarf að vera innan vara sem væntanlega á markað innan 2 ára. Umsóknarfrestur í september og svo aftur í mars eins og allir fyrirtækjastyrkirnir okkar. Einnig erum við með einkaleyfisstyrki, það alltaf opið fyrir umsóknir. Þetta eiginlega ekki neitt styrkur, það sem sagt, það þarf að liggja fyrir útlagður kostnaður eða kvittanir og það tekur sjóðurinn alltaf 50% þátt í kostnaðinum. Það sem sagt 300.000 krónur fyrir forgangsröðunar umsókn og 1200.000 fyrir alþjóðlega umsókn. Það tiltölulega snögglega yfirfærðar umsóknir og það alltaf opið eins og ég sagði, þannig að þið getið alltaf skilað inn og fengið svar nokkuð fljótt. Hagnýta rannsóknarverkefni, hér verið að reyna að taka verkefni og skýrslur úr háskólanum og stofnunum og hagnýta þá þekkingu sem hefur verið þar. Hér gerð krafa á að umsækjandinn sé háskóli, opinber stofnun og opinbert fyrirtæki, en í matinu þá gefið það sem metið gott að hafa fyrirtæki með í umsókninni. Það auka prik þar. Það umsóknarfrestur einu svona ári í þessa styrki og það 28. febrúar 2022 næst. En ef þið hyggist ætla að sækja í sjóðinn, að þá getið þið líka óskað eftir gögnum og því að veit að það ekki opið fyrir það núna, en þið getið óskað eftir verkefnislýsingunni og hvað að fylla út, þó að það væri alltaf bara sent með fyrirvara. Svo erum við komið með nýtt mentorkerfi, þetta ansi spennandi, þetta samstarf milli Tækniþróunarsjóðs og Icelandic Startups. Þetta eru sprotaverkefni sem fengu úthlutað styrki núna í vor fyrir að fá ákveðna eftirfylgni og leiðbeinslu til þess að skipuleggja næstu skref og fylla í eyður sem mögulega þarf. Og það eru vinnustofur í gangi núna og mentorar að aðstoða styrkþegana. Það ekki neitt meira sem ég hef að segja það, en það verður gaman að birta frétt. Kannski aðeins lengur í haust og segja frá hvernig til gekk. Svo bara örstutt fyrirtæki sem hafa fengið styrk úr Tækniþróunarsjóði. Þetta snyrtivöruframleiðandi sem fór í gegnum fræið og fékk svo sprotann 2 sinnum. Hérna erum við með tölvuleikinn Virkur Games, eða fyrirtæki tölvuleikurinn heitir þetta annað. Þeir fóru gegnum fræið og sprotann og fengu svo vöxtinn og það bara frábært að sjá þegar fyrirtæki fari gegnum alla styrkina hjá Tækniþróunarsjóði. Þetta bara ansi spennandi að fylgjast með. Og Connect og Nox Medical, eins og þið sjáið þá þetta fyrirtæki sem að starfa ansi ólíkum sviðum sem að bara highlighta það að öll fyrirtæki sem hafa einhver nýsköpunarvinkil eiga erindi í Tækniþróunarsjóð. Ég ætla að fara örstutt yfir alþjóðlegt samstarf sem sagt úr Tækniþróunarsjóður færa ákveðna köku og úr því verða nokkrar kökusneiðar, þá sem sagt fjármagn sem að fer frá Tækniþróunarsjóði í alþjóðlegt samstarf. Eurostar reyndar ekki tekið úr Tækniþróunarsjóði, en Geothermic og Blue Bio eitthvað sem að Tækniþróunarsjóður styrkir. Eurostar með ansi sambærilegt umsóknarform og Tækniþróunarsjóður. Það líka eitthvað eitt sem þarf að huga að það má skila umsóknum á ensku í Tækniþróunarsjóð og allar umsóknir þetta sama uppbyggingin á þeim öllum. Ég hvet aðila til þess að hafa þær á ensku og setja ekki öll eggin í eina körfu. Það líka oft sambærilegir umsóknarfrestir. Það reyndar búið að seinka umsóknarfrestinum í Eurostar, hann átti að vera í september en hann verður í nóvember út af því að vera að gera breytingar á sjóðnum. Það verður opinn kynningarfundur sem að Svandísun tekur fyrir og hann verður 23. september og skráning mun fara fram á heimasíðu Tækniþróunarsjóðs. Ég hvet ykkur til þess að vera vakandi fyrir þessu og líka oft bara mjög gott að vera vakandi á dagatali Rannís. Ef aðilar að gera umsóknir og búin að kynna sér umsóknarformið og styrkir umhverfið, þá mjög oft komin markaáætlanir eða eins og við erum að fara núna í gegnum Blue Bio og Geothermic og koma kannski fyrir ný tækifæri sem aðilar hefðu ekki annars tekið eftir.
Geothermega, Svandísin eru líka með það á sinni könnu og það alltaf hægt að hafa samband við hana. Umsóknarfrestur, hann opinn, hann til 4. október og þetta sameiginlegt kall á sviði jarðhita. Svo erum við líka að setja ákveðið fjármagn í Blue Bio. Þetta með sömu uppbyggingu og hagnýta rannsóknarstyrki. Þetta eru 15 milljónir á ári í 3 ár, eða 45 milljónir. Og það opið fyrir umsóknarfrest. Það hægt að skilja umsókn eða forumsókn til 20. september. Hér erum við að horfa á verkefni sem eru á sviði Sustainable Exploration of Aquatic Environment and Biological Resources, Sustainable and Resilient Biomass Production and Processing, Traceability and Regulatory Constraints. Ef þið teljið ykkur eiga erindi þarna inn eða ef þið hugsa að gera umsókn, þá getið þið haft samband við Lee. Hann hérna í starfsmaður hjá Rannís og það alltaf til text til að svara spurningum. Einhverjar spurningar varðandi tækniþróunarsjóð? Það held ég bara áfram. Við erum komið með European Enterprise Network inn í hús hjá Rannís. Þetta var hjá NMI. En það sem NMI ekki lengur starfrækting í sama ferli áður, þá komið þetta inn til okkar og ég ætla að fara bara yfir áætlun hjá Evrópusambandinu þeirri þjónustu sem við veitum ásamt í að kynna fyrir skattfrádrifum. Hérna getið þið séð áætlun Evrópusambandsins á sviði rannsóknar og þróunar. Þetta eru 96 milljarðir evra sem þessi áætlun hljóðar upp á, hún til 7 ára. Pilar 1 fyrir rannsóknir og pilar 2 fyrir iðnaðinn og pilar 3 fyrir fyrir bara iðnaðinn líka á nýsköpun, þó vissulega að rannsóknir eru í EEC. Ég ætla ekki að fara ofan í hvert einasta atriði sem á þessari glæru. Það sem kannski bara svona áhugavert að segja frá er að þetta top-down. Það eru rosa stórir doðrandar sem fylgja hverju áætlun. Eins og það 500 blaðsíður fyrir Food Bioeconomy and Natural clusterin sem undir pilar 2 og undir þessu eru 200-300 köll eru sem sagt bara umsóknarfrestir og það gert ráð fyrir ákveðnum afurðum eða impact frá hverju kalli. Þetta er top-down, en það sem við höfum verið að gera sem starfsmenn EN og bara starfsmenn Rannís er að þegar fyrirtæki eða einhverjum stofnanir eru að starfa á þessum sviðum og þau vilja kannski finna ný tækifæri, þá aðstoðum við þau að finna þessi tækifæri. Við erum að lesa þessa doðranda og við erum að sitja námskeið, hvernig á að gera góð umsókn og hvað þarf að hafa í huga varðandi verk- og kostnaðaráætlanir og öll þessi atriði sem mikilvægt að hafa í huga. Þannig að ef þið eru að skoða styrki út fyrir landsteina og á sérstaklega þessu Evrópustyrki, þá getið þið alltaf haft samband við okkur og við hjálpum ykkur þar. Þetta er fyrir þverfagleg rannsóknarteymi, þverfagleg samstarf rannsóknaraðila, fyrirtæki og frumkvöðla, lítil og meðalstór fyrirtæki, sprotafyrirtæki eða með öðrum orðum, þá er þetta fyrir lögaðila. Einstaklingar eru ekki að skilja umsóknum þarna. European Innovation Council fyrir með áætlun sem fókus á nýsköpun, styrkir til fyrirtæki og sprota sem þróa sundrandi eða disruptive nýsköpun, bara áskorunir tengdar digital health, medical devices og green deal. Þetta bara styrkir til birtingarkennda rannsóknar, þó vissulega líka nýsköpunar. Ég geti séð þennan feril í EEC. Það eru fyrst þá með Pathfinderinn, þarna eru rannsóknarverkefni. Það gerð krafa á samstarf milli að minnstakosti 3 aðila, styrkir 4 milljónir evra. Það er 100% styrkhlutfall. Það er að segja það er ekki gerð krafa á mótframlag.
Svo transition, þá ertu með svona hagnýta rannsóknarstyrki frá rannsóknum til nýsköpunarstyrki. Hér gerð krafa á að það sé einn aðila lágmarki, þannig að það geta bara litir sprotar jafnvel sótt Styrkir eru 2 milljónir evra og það er sama, það er ekki gerð krafa mótframlag. Acceleratorinn, hann fyrir nýsköpun sem nálægt markaði. Hér getur einn aðili sótt og styrkir eru alltaf 2,5 milljónir evra. Það er einnig hægt að sækja hlutaféstyrk. Það er það alltaf 15 milljónir evra. Þetta er rosalega flott heimasíða sem komin upp hjá þeim. Það er AI sem aðstoðar við að finna jafnvel önnur styrktartækifæri. Ég er búin að fara inn á þessa heimasíðu og fannst hún ansi skemmtileg. Þú getur farið inn og unnið að umsókninni þar inni. Segjum og sért með kannski verkefni á sviði jarðhita og fyrirtækin eða aðilarnir sem koma umsókninni sem þú hefur sett inn hafa ekki, kannski vantar ykkur sérfræðiþekkingu, kannski vantar efnisverkfræðinga eitthvað fleira, að það bendir portalinn eða umsóknarformið á að þú gætir átt hættu á að fá lágt skor í implementation eða verkefnisstjórnun. Og ég bara hvet ykkur til þess að fara inn og skoða og máta ykkur inn og svo bara alltaf hafið samband okkur ef það er eitthvað óljóst og við erum alltaf til taks. Svo þegar við erum að sjá fyrirtæki fara í svona erlendar umsóknir, þá er það mjög ofta að aðilar sjá þetta mjög tímafrekt og kostnaðarsamt. Þá er hægt að sækja sóknarstyrki hjá Rannís. Þetta er sambærilegt á einhverjum það er greitt eftir að kostnaður hefur verið lagður á þessi umsókn þannig að verið skilað inn. Þá getur Rannís komið og greitt þá styrkjum. Við gerum okkur grein fyrir því að þetta er flókið og erfitt að ná yfirsýn og stundum vantar samstarfsaðila, umsóknarferli getur verið erfitt, skortur og sérfræðiþekkingu, þá komum við inn og við einföldum fyrir ykkur og hjálpum ykkur að fá yfirsýn. Einnig getum við aðstoðað við samstarfsleitt og allt umsóknarferlið. Fyrirtæki á mjög ólíkum stað sem að leita til okkar og við sérsniðum þjónustun okkur að hverju fyrirtæki fyrir sig eða einstaklingi. Alltaf bara hægt að hafa samband og fá fjölþætta aðstoð sem sniðin að ykkar þörfum. Við erum að vinna fyrir ykkur, við kortleggjum fyrir ykkur styrki og einnig höldum við fyrirtækjastefnumót. Þau hafa borið ansi góðan árangur. Þar hafa Íslendingar mætt á alls konar sviðum. Nýjasta var kannski, það var Maritime Event sem var í Írlandi sem var þá reyndar í fjarfundum og þar mættu nokkur íslensk fyrirtæki og ánægjulegt að sjá að það komist á samstarf í gegnum þessi fyrirtækjastefnumót. Einnig þess að European Enterprise Network að aðstoða aðila jafnvel að koma vöru á markað í öðrum löndum. Þetta eru 3000 sérfræðingar sem starfa hjá EN og á yfir 600 stöðum í 60 löndum. Þetta er stærsta viðskipta á tækniupplýstunet í heimi. Þannig að ef að fyrirtæki ég vil bara koma vöru á markað í ykkur af þessum löndum að þá getum við haft samband við kollega okkar og aðstoða í því. Þannig að við erum ekki einungis að huga að umsóknarskrifum og styrkjatækifærum. Einhverjar spurningar? Það er í skattfrádráttinn. Skattfrádrátturinn er skemmtilegur að því leyti að hérna eru 85–90% umsækjenda að fá já, ólíkt 85% eru að fá nei í beinum styrkjum, tækniþróunarsjóði og hinum styrkjunum. En þetta er ekki samkeppnissjóður, þetta er jafnréttissjóður. Markmiðin hér er að efla rannsóknar og þróunarstarf og bæta samkeppnisskilyrði nýsköpunarfyrirtækja með því að veita þeim skattafrádrátt vegna kostnaðar við nýsköpunarverkefni. Það er ætlað fyrirtækjum sem eigendur að rannsóknar og þróunarverkefnum. Ég krafa á að hugmynd sé að virðisaukandi vöru og viðskiptaáætlun sé vel skilgreind. Það lágmark að verkefni á að kosta 1 milljón á árinu og starfsmenn hafi þjálfun, menntun eða reynslu á því sviði sem hugmyndin byggist á. Ferlið ansi einfalt. Þið farið inn á heimasíðu Rannís og
og sækir í gegnum íslykil. Það þarf ekki að vera íslykil fyrirtækisins, þið getið farið inn á ykkar íslykli og bara skoðað umsóknarformið. Og þið þurfið ekki endilega að skila inn umsókn þó að þið stofnið umsókn. Fyrirtæki fá staðfestingu frá Rannís en ríkisskattstjóri sér endurgreiðsluna. Og sé álagður tekjuskattur lægri en ákvarðaður frádráttur frádrátturinn greiddur út. Þetta vanalega að gerast einhvern tímann í nóvember, desember, en umsóknin sem opin núna, sem það opin núna til 1. október, að það vegna rekstrarársins 2021. Það þarf að sækja fyrir 1. október og þetta lögbundin skilafrestur, þannig að rektor hrófla við honum. Það þarf að sækja líka hvert verkefni fyrir sig. Það rosalega leiðinlegt þegar fyrirtæki skilar inn einni umsókn fyrir 3 verkefni. Það þarf að henda út á 2 verkefnum og þar leiðandi kostnaði vegna þeirra líka og það ekki hægt að umbreyta umsóknin eftir að umsóknin líkur. Hér líka, eins og ég sagði þetta sjóður sem ekki samkeppnissjóður. Starfsmenn mega aðstoða ykkur talsvert mikið við umsóknargerðina. Nei, ef þið eruð að fara að gera umsókn hér og eru óviss með eitthvað, bara sláið á þráðinn og við leiðum ykkur í gegnum umsóknarformið. Þetta eru miklar fjárhæðir og gert ráð fyrir 1100.000 núna til útgreiðslu 2021. Og eins og þið sjáið, þá hafa greiðslurnar hækkað umtalsvert frá 2011, en það hefur þakið hækkað líka þrisvar. Það opið fyrir umsóknin núna, þið getið farið inn og eru það bara ágætlega tímanlega. Og svo verða framhaldsumsóknir 1. apríl. Það það umsóknir sem að fá staðfestingu núna vegna 2021. Þá getur þeir skilað inn svona styttri og einfaldari umsókn þá 1. apríl ef að verkefnið tegir sig yfir 2 ár. Hér getið þið sé heimasíðuna hjá Skattafréttinum og það svona grænt borðan undir og þar getið þið farið inn og opnað umsókn og skilað inn. Eru einhverjar spurningar? Ég kannski með eina spurningu þegar þú talar sérhvert verkefni eða skilin umsókn fyrir hvert verkefni fyrir sig. Hvað svona nákvæmlega átt við með því? Þú veist, þá að afmarka hvert og eitt verkefni innan fyrirtækisins og senda umsókn. Já, nákvæmlega. Það alveg nokkur stór fyrirtækjanna á Íslandi sem að skilin alltaf 11 til 12 umsóknum bara frá fyrirtækinu. Þá þau bara að vinna það mörgum rannsókn- og þróunarverkefnum að þau hafa það mörg verkefni. Takk. Einhverjar fleiri spurningar? Ef ekki, þá ég búin að fara yfir efnið alveg talsvert undan áætlun, en við erum bara áfram og alltaf við síman og í tölvupósti og þið getið alltaf haft samband ef það eitthvað. Það þakka ég bara fyrir. Já, þess.